Velkomin á flæðiskerið þar sem við hendum hlutunum í sjóin og sjáum hvort þeir syndi eða sökkvi. Við erum hérna með ykkur Rökkvi og Jói í dag og Óli Gneisti. Góðan daginn. Komin í heimsókn til okkar. Góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin. Og eftir smá stundu ætlum við að tala við Óla Gneista vídeóspóluna sem heimildamynd sem hann ætlar að gera og vera að safna fyrir á Karolænuföndu, það ekki? Jó. Já. En fyrst ætlum við aðeins að skella okkur í vitfirringu vikunar. Já, við ætlum að taka hann reyndar síðast held ég, en við tókum hann ekki. Það var bara svo mikið að gera í okkur. Það bara, stundum bara svo mikil vitfirring í því sem við erum að hugsa að við komumst ekki að með það sem að gerast. Komumst ekki yfir okkar eigin vitfirringu. Já, fyrir utan okkar eigin heila, sko. Já, það bara svoleiðis. En það var nú tvennt sem var mjög spes svona sem að gerðist á síðustu dögum og Já. Eitt var þessi alræmda þvottaefnisauglýsing frá Kína. Já. Og hún þannig að einhver kínversk kona svona brosir voðalega mikið framan í einhvern þeldökkan mann, svartan mann, og tælir hann svona til sín og treður síðan þvottaefnispoka upp í kjaftin á honum og treður hann í þvottavél og þvær hann. Og þegar hann kemur á þvottavélinni þá er hann orðin að kínversku manni og hún voðalega glöð með það. Og þeir getur rétt ímyndað hver viðbröðin voru þessar auglýsingu. Já, þetta var ekki kannski gálega svona uppsett, en það má alltaf reyna, sko. Já, hvað segir þú þetta sem þjóðfræðingur? Óli Gneisti. Nú hef ég ekki séð auglýsinguna en þetta náttúrulega ákallum þarna svona ákveðna þjóðernis hreinsun, sko. Já, þetta mjög bókstafleg svona sem ég mæli ekki með. Nei. Ég tek það fram. En þannig kannski svona aðalega svona dómgreinda skortur. Já, en þetta eiginlega svo ruglað að þetta eiginlega hægt að vera eitthvað móðgandi rasismi. Þetta eiginlega orðið bara kjánulega fyndið, sko. Finnst mér. Já, þú ert ekki svart í hverju. Nei, en ég hef aðalega áhyggjur af einu í þessu. Að hann hlýtur nú líka að hafa hlaupið í þvottunum úr því að hann breytist úr svertingi Kínverja og þá aðalega einn partur á honum hræddur að hljóta að hafa hlaupið mjög mikið. Núna verið að sýna mér auglýsinguna, mér sýnist þetta bara að vera myndalegu maður svona áður en hann fer í þvottavélina. Ég átti að sjá hvað gerist að lokum, en ég sé alveg fyrir mér, ég hef ekki sparkað nú rúminu ef ég væri. Málið það, sko, hann var enn myndalegri við að fara í þvottavélina. Það finnst mér ekki. Mér fannst þessi svarti vera meira mín típa, sko. Já, nákvæmlega. Ég myndi frekar velja þurfa að stinga undan Kínverjanum heldur en svartakörnum, sko. Ég held að það vera öðra. Já, einmitt. Nema kannski ef ég ætti að stinga undan honum ná mér í svona kínverska rasistakonu, þá það kannski erfiðara. En hver ætli hugsun hafi verið bak við auglýsinguna að sko var þetta svona verið að vísa í hreinleika eða þú setur eitthvað dögt í þvottavél? Já, svona þjóðernis svona hugmyndir og svona rasismi byggja náttúrulega á hvernig svona hreinleika hugsunarhætti að megi ekki blanda svona saman og svoleiðis. Þannig að hreinsi líkingin ekkert langt undan. En þetta náttúrulega ekki fullkomið þvottaefni því hann breytist ekki hvítan albínóa. Hann breytist bara í kínverskan mann. Já. Þannig að þú veist, ef myndir þú mjög skítúan ból þá það líklega gulur, sko, en ekki þessi auglýsing nú ég komin út í að segja svo ranga hluti hérna. Nú verður hringt inn. En sko, vitið þessi auglýsing myndi þá virka á Íslandi vegna þess að hérna mátt ekki fullir að þetta eða hitt sér best. Já. Þannig að þú myndið fara á milliveginn þannig, sko. Úff. Ég sé svipið Eigum við eitthvað að vera að grafa okkur dýpri gröf með því að tala meira þetta? Nei, ég held að við ættum bara að fara yfir í Hvað með að grafa okkur dýpri gröf með því að tala góriluna? Já, góriluna, hvernig var það? Ég sá bara hluta þessum myndbandi en Óli sagðist að það séð allt myndbandi. Ég ætlaði nefnilega að láta Rökkvar svona koma fram og vera svona kaldar svona að segja þið hefðu ekki átt að skjóta upp hann. Segðu það Rökkvar. Mér finnst þetta skjóta annarkvort hann sem hann hafði búrið fyrir góriluna eða mömmuna sem að lét krakkar sín sleppin í górilubúr. Ég veit ekki alveg hvort. Er mamman svona Michael Jackson svona foreldra? Ég held hún hafi nú ekki látið svona barnið hanga svona beinlínis yfir svona. En það hlýtur eiginlega að vera búrið því að þú veist, krakkar eru flink að klifra en krakki á ekki að geta klifrað inn í górilubúr, sko. Nei. Þannig var talað um það að það vantaði eitthvað svona auka svona grifju á milli eitthvað svona til þess að verja það. Já, ég myndi hafa ágjör á því, sko, hinum gestunum með barnikestin í gólubúrið, sko. Þá myndi ég fara að hafa ágjör á hinum gestunum.
Já, þeir sem að vilja í rauninni eins og það stundum geðbilaðir menn sem að hoppa Nei, ég inn í tala að górillan gæti farið mögulega út Þannig að barnið það þurfti að detta niður einhverja 3 metra allavega til þess að það er nú yfirleitt þannig að svona búrur eru mjög örugg þannig að dýrið sleppur ekki út en ég meina alveg eins og ég get hoppað til þín inn í grifju en ég get ekki hoppað upp brúna aftur Nei, kannski ekki Erfiðar að þannig að verja gegn vitleysunni í mannfólkinu svona. Já, það er alveg eins og ófyrirsjáanlegt einhver getur tekið þátt í umræðinu með okkur og farið niður í sömu grifju og við en hann getur ekki endilega híft okkur upp á grifjunu sem við erum búin að grafa okkur núna Það er svona En það sem ég sá að myndbandinu sem sé að górillan var svolítið að draga barnið fram og tilbaka en ég held nú að górillan hafi aðalega verið hrædd af því að fólk þannig kring var að öskra Já, og það hefði ég svona æst górillan upp þannig að þetta var svona þetta hefði ekki þurft að enda svona en þegar ég á náttúrulega 3 ára strák þannig að það ég áskjóti hana ég bara Já, auðvitað mér þykir vænt górillur auðvitað ef að barn mitt hefði verið í þessu búri og dýragarðan hefði sagt bara nei, við ætlum ekki að skjóta górilluna og svo verið barni dögt, skilurðu þá veit ég ekki alveg hvað ég hefði gert þú veist, ég hefði brjálast en hérna, þetta er samt Þú hefði samt ekki farið og reynda að lemja górilluna sko. Það er ekki hægt Górilla getur bókstaflega slítið af þér útlimina bókstaflega, sko, ekki djóki að við höfum enga hugmyndum hvað svona dýr eru í rauninni sterk með fólk að það er sterkasti kraftliftingamaður í heim að mestu styrum í heim er ekki eins sterkur eins og bara kvenkyns lítil górilla sko. Já, og af því að það er svo stranga reglur þá getum við ekki eftir íþróttakefnir svona bardaðakefnir til þess að koma staði hvort að það er ekki neitt spennandi sko górilla geti pakka hverjum sem er saman Sjáðu þið fyrir ykkur Hulk Hogan og górillu saman í hringnum Af hverju Hulk erum við ekki bara með fjallið Jú, eða fjallið Hulk sem er eiginlega bara hóllin við hliðin á górillunni Já, Hulk var nú eitthvað þeir voru nú eitthvað að skora á hvern annan í hérna bardaga sem er svolítið kjánalegt eiginlega fyrst mér þegar að hérna af því að hann setti eitthvað liftingamet með eitthvað trjából hann fjallið og Hulk sagði eitthvað, hvað er málið með þetta, ég myndi bara brjóta hennan trjábólu svo tannstöðingul, þetta er ekkit flott eða eitthvað og þá kom Hafþór og eitthvað, ég myndi brjóta þig eins og þú veist, eitthvað tannstöðingul Hulk og þú fór í mig en þetta er svolítið eins og skora á Spiderman eða Captain America í bardaga sko. Hulk sem Hulk Hogan er í rauninni ekki til þetta er karakter sem hann lék hann var aldrei að berjast í alvörunni þannig að hvort að fjallið gæti slítið Hulk Hogan í sundur fer eftir handritinu sem að þeir var að vinna eftir Nákvæmlega og hérna En hann Hafþór er nú annur að vinna eftir handriti líka svona Já, leika fjallið og svoleiðis Ég ætla allavega að vona að það endurspegli ekki hans persónuleika Nei, en annars ef þeir færu í alvöru bardaga þá myndi Hafþór örglega rústa Hogan sko En ég hefði nú kall sem að hérna Ég hefði gaman að sjá sko Reyni sterka og hérna fjallið takast á ef að Reyni var lifandi þar að segja Það hefði verið gaman Sterar voru ekki svona mikið notaðir í daga Reyni sterka þannig ég verði að veðja á fjallið Er það? Hefur síðan myndböndum með Reyni sterka? Nei, þú verður ekki að sé þau Ég mæli mig og skoður þau En hérna Þú setur það, getur ekki sett á Facebook síðu þáttarins? Það væri mjög sniðugt að gera það Það er oft verið að tala einhverja svona gamla já þessi hefði nú rústað Muhammad Ali í boxi eða eitthvað svona þessi hefði nú getað sigrað þennan fjallið í kraftakeppnu eitthvað svona Ég leyfi mér að efast í rauninni bara með hvernig heimurinn hefur þróast Sko þegar þú tekur manni svona Reyni sterka vefur hann bókstallinni keðjur setur hann í fangaklefa sko, upp á Keflavíkurflugvelli í herfangilsinu minni mig að það verið herfangilsi það var skotaldar rúður hann sko sleit keðjurnar og braust út úr fangilsinu Ég leyfi mér að efast sannleiksgildi þessar sögu Sko að það heimsmynda bók Guinness Þú slítur ekkert alvöru keðju Rökkvi, hefur þú lesið heimsmynda bók Guinness? Ekki spjaldan á milli Já, sko Þar er þetta Þetta er staðfest sko Ég efast Ef maður getur ekki treyst heimsmeistara bók Guinness hvað getur maður þá? Sko, það er svona töframenn sem hafa gert svona trikk og ef þú býr til keðju almennilega þá er ekki mannlega mögulegt að almennilega þykka keðju ekki keðjun eins og í sko hálsfestin hennar mömmuðinnar eða eitthvað þá er ekkert hægt fyrir mann að slíta henni sundur En það er þarna uppáhald svona töfrabræði mitt með
komast úr þannig fangaklefa var James Randi sem kom hérna reynda fyrir nokkrum árum. Hann þarna var eitthvað hérna settur í fangaklefa í einhverju og hann var handjárnaður og hann byrjaði náttúrulega því að spjalla við alla sem voru þannig meðan áður en þeir fóru út og leiði honum að svona sleppa út í friði svona, og losaði handjárnin og síðan þurfti hann ekkert nema að lifta hörðinu, hún var bara hægt að lifta henni upp af hjörunum og þannig taka og sér sett hann hana aftur upp á hjarnar og kom fram, hvað segir þið? Þannig að stundum þá eru lausnirnar svona einfaldari heldur en maður myndi halda. Já, það var hérna, svo við förum nú bara að tala alls konar villeysu, að þá var James Randi eins og með svona þátt, þar sem hann leyfiði fólki sem að sagðist geta gert yfirnáttúrulega hluti að koma og sanna þá, og hann var alltaf með eitthvað snildar trikk sem að þeir hefðu ekki séð fyrir til að afhjúpa þá. Eins og það var kall sem sagðist geta flett blaðið sér með hugarorkunni og hann sagði, ok, þú veist, og hann látin sína þetta og flettir blaðið sér og sést ekkit nema hann sé bara að gera þetta með hugarorkunni. Svo segir hann bara, ég ætla að setja smá hérna fröðplastbita út allt, pínlilla fröðplastbita allt í kringum hérna bókinu og hann ætti nú geta fletta sér blaðið sér án þess að hérna fröðplastbitarnir blási neitt til eða frá. Þá allt í nú gæti hann ekki blási, af því hann var náttúrulega að blása. Það frábært vídeo, það til á YouTube. Það svolítið langt þannig að gott að vísa akkurat á góða bitana. Þetta oft svo einfalt líka, það var einhver kall sem sagðist geta séð árur og þá sett hann bara veggi fyrir framan fólk eða þá það var enginn fyrir aftan veggin og svo sagði hann bara ok, hverjir eru fyrir aftan hvaða veggi og kallinn giskaði náttúrulega bandvittlust. Sagði að veri fólk fyrir aftan alls konar tóma veggi og svona. Já. Hvað segirðu? Þannig að ef við að tala vídeo af því að þú ert nú í einhverju vídeoskúfi. Ég var ekki ennþá búin að koma inn að brjála yfirlýsingar góluna var það. Nei, en þetta er fólki að kenna. Þetta er fólki að kenna. Ég fór bara að hugsa þannig vídeo af því að ég eignaði svo fína vídeospólu einu sinni með James Randi. Já. En ég og af því að þú ætlar að auglýsa söfnunni þína. Já, það gæti verið, af tilviljun. Af tilviljun er ég að gera heimildamynd vídeospóluna á Íslandi, Rísofall og að safna á Karolína Fund. Það er líka hægt að finna þannig með að fara bara á videospólan.is, það fer beint inn á söfnuna síðana mína. En þannig að þetta er bara síðasti dagurinn á morgun, þannig að þetta er orðið rosalega spennandi. Já, það er eins gott að fólk fara að láta að fá pening. Hvað ertu að gera nákvæmlega? Sko, ég ætla að búið til heimildin, það sem ég er að fara að gera er að taka bara viðtöl við fólk bara þessa menningu, spjalla við það og það sem að ég reynda líka verið að gera með þessari söfnun og Karolínu Fund er að safna efni og ég til dæmis þannig að fór í gær að spjalla við mann sem á gott safn af myndum af vídeolegum íslenskum. Það er alveg dásanandi efni til þess að sýna í heimildamyndinni með fram viðtölunum. Já, en af því þú talar myndir í svo fall vídeospóluna þá eru núna nánast ekki til vídeolegur á Íslandi lengur. Já, alltaf er erfitt að fá vídeospóla þeim eða þeim sem eru yfir. Er aðalvídeolegan til ennþá? Já. Er hún ekki eina á höfuðborgarsvæðinu? Ég er bara ekki alveg 100% þannig hvernig það var, sko. Það er allavega, ef hún er ekki eina þá er hún eina af mjög fáum, sko. Hún er eina sem ég fikk í staðfesta sér ennþá, ég var að reyna að ná í svona varðandi aðrar en já, nákvæmlega. Ef það eru starfandi þá það eru fáir sem vita af þeim. Já. Af einhverjum ástæðum. En svona, svo við útskýrum aðeins hvað hópsöfnun og Karolína Fund eða Karolína Fund sem sagt, að þá er það í rauninni þannig að þegar eitthvað er með hugmynd, þetta er tiltölulega langt fyrirbæri, að þá sem sagt lætur fólk heita á þig til þess að klára verkefnið og ef þú nærði einhverju tiltekinu upphæða þá ferð út í verkefnið. Já, þá er fólki rukkað. Já. En ef að ég næ ekki upphæðinni þá verður fólki ekki neitt rukkað. Já. Og þetta er svona, maður setur sér, ég meit þetta markmið, maður heitir einhvernum verðlaunum. Já, mér er það svona, bæði svona að fá þakkir í svona loka credits í sletti og líka bara að fá þarna miða á frumsýningu eða þá að fá stafrænt eintak af myndinni. Þú gerði þetta áður fyrir spilið kommentakerfi? Já, ég gerði þetta með kommentakerfi. Það var náttúrulega svolítið öðruvísi að því að fólk fekk alveg svona beinhart spil svona í hendurnar. Já. Og það gekk miklu hraðar reyndar. En mér sýnist núna svona þessa dagana þá getur búið til heilt nýtt kommentakerfi spil á hverjum degi. Já, þetta er náttúrulega líka sko daginn áður en ég ætlaði að fara á stað með söfnun og Karolína Fund. Fyrir vídeospóluna. Þá kemur Davíð Oddsson og býður sér fram til forseta. Já. Og þá er ég náttúrulega
ok, ég kemst hvergi að í fjölmiðlum á morgun þegar ég ætla að fara að stað með þetta engar umræður í netinu, það á allt eftir að vera að tala um Davíð og síðan hann að fresta einn dag og fór á stað á þriðjudegi og þá ákvað Ólafur að draga framboð sitt tilbaka þannig að ég var svona bara það var svona ekki bestu dagarnir til að fara á stað þannig að þetta svona rúlletta svona með það að hitta á réttan tíma maður vill fá einhverja svona gúrkutíð en síðan svona allt í einu fara svona einhverjir gamlir menn að trufla mann. Já, gamlir draugar fortíðarnar. Þetta hefði eins og verið æðslur tím til að safna kommentum fyrir kommentakerfið útgáfa 2. Ég nú alveg að svona alltaf að pikka upp komment. Maður veit ekki hvort það er. Forseta útgáfu? Já, forseta útgáfu. Það er svona, náttúrulega núna þá stefnir í tvennar kosningar á árinu, þannig að hver veit. Kosningakommentarspilin. Já. Það er bara nóga af svona brjálæðis kommentum þar, sko. Já. En hérna, af því að þú ert að tala um sögu vídeóspólunar. Þú ert væntanlega tiltölulega svona lítill strákur þegar að vídeóspólun byrjar að verða vinsæl á Íslandi, þegar ekki? Já, sko, vídeóspólubyltingin byrjar á Íslandi svona, sko, árið 1981 þá byrjar fólk á fullu að tala um vídeóspóluna, það sér maður, hún var ekki komin í öll hús en allir voru að tala um það. Já. Og þá er ég 2 ára, en ég er 5 ára þegar það kemur vídeótæki á mitt heimili. Já. Og svona ég ætla ekki að vera of dramatískur en þetta er svona mamma minn deyr og 2 mánuðum setna þá fáum við vídeótæki á heimili sem er svona merkil nokk verður svona næstu uppeldis aðila á mínu heimili. Já, það er nú margir foreldrar sem er svolítið segir um þetta að nota sjónvarpið sem barnapíu. Já, en vídeótæki var svona ágætt barnapíu, ég kynntist ýmsum, ég kynntist Bill Murray og Steve Martin og alls konar fólki þannig að ég er ekki sár við vídeótækið. En myndi ekki líka fara svolítið út í svona andstöðuna gegn vídeóspólunni eins og er alltaf þegar kemur ný tækni í rauninni? Já, þetta var náttúrulega það sem að fólk er kannski búið að gleyma er að þegar vídeóspólun kemur inn þá er þarna alls konar þá byrja sjóarstöðar, íslenskar sjóarstöðar í fyrsta skipti svona sjálfstæðar að verða til, svona kapalsjóarstöðar sem að byrjuðu svona til dæmis sem vídeókerfi fjölbýlishúsum og síðan byrjuðu menn bara að leggja kapla yfir í næstu hús þannig að þetta varð svona sjóarstöðar. Já. Og svona það sem það var til dæmis hérna í Breiðholti var alveg risastór kerfi sér Videoson og síðan var kapalkerfi í Borgarnesi alveg frábært, það er til á YouTube svona spurningakeppnir sem voru haldnar þar og það var náttúrulega vídeóspólan sem gerði þetta mögulegt af því að þeir gátu tekið upp íslenskt efni og bara sett í vídeótæki og þurftu ekki svona dýrt dreifingakerfi þannig fyrir það og síðan það og náttúrulega upphæfið var bara að geta tekið spólu og sett í tækið og þá varstu að sína allir í blokkinni eða allir hverfinu myndina. Já, ég man þegar maður var krakki og fór kannski í Miklagarð sem var til á sínum tíma svona verslun, svipað á Hagkaup að þá fór maður oft í vídeóhorni fyrir krakkana og byrjaði alltaf á að sjá, þú veist, tilkynningunum að þetta mætti ekki, það mætti ekki sína þessa mynda á almannafæri eða, þú veist, í skipum eða verslunarmiðstöðum. Hvort sem sínt er gegn gjaldi eður ei. Já, þetta er alltaf mjög íslenskt einhvern veginn að það er sér einhver lög sem enginn virðir neinstaðar. Já, svo kom hérna var ekki Gylfi Pálsson sem kom og kynnti síðan að horfa myndbandi góð skemmtun. Jú, það kom seinna. Já, það kemur svona segja 92, 93. Já. Ég man vel, þetta var mikið gert grín að þessu alltaf hérna að horfa á vídeóspólu er góð skemmtun. Þessi vídeóspóla er leyfð öllum aldursópum, góða skemmtun. Já, eða þá vinsamlegast virðið aldurstakmark. Já, þetta er alveg þetta er svona í svona bænaþula sem maður fór með á það var ekki endilega að maður spóla yfir þetta þó að möguleikinu væri fyrir hendi, þá var það bara svona þá var það svona hluti af athöfninni. Já, þetta er eins og Game of Thrones lagið og kynningin. Já, þú vilt hérna bara horfa á það til að koma þér í stemminguna fyrir Game of Thrones. Og Gylfi Pálsson kom hann í stemminguna í vídeóspóluna. Já, flottur hlutverkinu, sko. Og hérna það eru svona ákveðin svona ákveðin atrið í þessu með vídeóspólunar eins og þegar fólk fór að taka upp, sko. Keypti þessi vídeóspólu og tók upp efni. Já, tók upp áramótaskaupið. Já, og á það kannski bara lagar í dag, sko. Já,
áramótiskaupið þegar að vídeospólun komin svona alvörin inn og vídeotæki á hverju heimili svona næstum því þá eru áramótiskaupin 84, 85, 86 þau eru tekin upp allstaðar ásamt þarna síðan það sem líka tekið upp, það Eurovision sem allstaðar tekið upp, þannig að fólk fór allt í einu að geta hort á hlutin aftur og aftur og síðan náttúrulega það að taka upp Simpsons og horfa aftur og aftur sem ástæðan fyrir að kynslóð okkar rökkva getur farið með heilu þættina af Simpsons einmitt, sem mjög ég gott skemmtiefni. Ég er mjög einhverfur á margar hluti en ekki Simpsons, ég get farið með margar rullundar en ég var aldrei neitt sérstaklega fastur í Simpsons. Nei, það er svona góður húmor þar sko. Ekki setja mig í gang ekki tryggjara einhver á görinn ég veit ekki hvað ég tek fram að videospólan.is söfnun og Karolín Fund hrifin af Simpsons ólíkt rökkva Nei, ég alveg hrifin að ég bara var ekkit einhverjur á þá eins og margt en svona myndir eins og til dæmis Sódóma Reykjavík og djúvill gattmaður þannig að þuli það upp samtölun úr því Fegstu hana á videospólu með pilsupakka? Nei, ég var bara nógu einhverju til þess að var nógu fyrir mig að sjá hana tvisvar og þá var ég bara komið með það sem vondir það hafa leikið mynd sem að gefin síðan með svona pulsupakka það voru margar myndir, það var djöflægi en það var ekkit endilega rusl sem þannig kom með það var samt þannig að ég ætla ekki að tala Sódóma er mjög vinsæl mynd sko Þetta virkar samt svolítið niðurlægjandi Já, Einkalíf var gefið, það var kannski svona vestamyndin sem var gefin með með pilsupakkunum voru þær myndir Nýtt líf, löggulíf og svo Einkalíf voru þær góðar myndir segja? Nei, það voru Nýtt líf, Dalalíf og löggulíf Einkalíf er önnur mynd sko með Dóru Takafúsa og eitthvað já, en þannig að sem ég hef ekki séð það því að það talaði enginn hún væri góð ég gerði eina tilraun til að horfa Einkalíf þannig að gekk ekki upp hún var svo góð ég féll í stafi En ég man eftir því líka þegar fólk átti 2 vídeótæki og þá gæti það tekið upp að geta leikt vídeóspólu og tekið hann upp þá varstu svolítið eins og guð skilur, þá varstu svolítið eins og þeir sem áttu geistiska brennara setna, þeir gáttu kóperað allar þessar diskana með öllum hljómsveitunum og þá varstu svolítið svona eins og díler sko, eins og svona dópdíler, þú gæst farið að selja fólki jafnvel á ég að fara að viðurkenna á mig lögbrot svona sem er svona löngu fyrnt að ég hafi kannski kóperað vídeóspólur þegar þú segir kannski, þá ertu ekki viðurkenna neitt kannski og kannski leiði ég félögum mínum skólanum þessar vídeospólur gegn vægu gjaldi kannski skíti í kapitalistiðin en þetta er svona sko, málega líka að vídeospólunar eru þetta er menningar fyrirbæri og það sem er náttúrulega það er allt sem fylgdi með sem er svona sem að fellur svolítið niður með þegar þetta er komið þegar þetta er bara í kassa heima hvort sem að sé beinlínis netið eða hvort sé vottið þá ert ekki lengur með þess að skemmtilegu félagslegu aðtöfn sem það að fara á vídeoleguna var það var alveg dásamlega aðtöfn að fara á elda sig reyndar svona stundum þreytandi og erfið þegar maður er ekki með hann fólki sem að með stóran hópa fólki og enginn var sammála vídeospóluna akkurat Svo var eitt svolítið skemmtilegt sko að því að þið talaðum þetta þá ef maður bara horfir aðeins lengra aftur í tíman áður en vídeospólan var til það þegar sjónvarpið kom fyrst ástandið sem skapaðist inn á heimilum það var kannski 4 heimili kannski í einhverjum ákveðnum bæjarlöndum sem voru með sjónvarp það safnaðist bara fólk allt inn í sama þar kannski þú veist í óþökk þeirra sem áttu húsnæði eða svona þeim var ekkert vel við þetta að þetta var kvöld eftir kvöld og ég sá er það þessna að gefa frí á 50 dögum svona bara til það getur verið til að létta undir þið þurfið kannski að þola þetta en þið fáið frí á 50 dögum og í júli er það ekki nógu gott fyrir ykkur en málið það, ef þú skoðar gömul morgunblöð sem eru frá þessum tíma þá sérðu sko dálkana, velvakana sem verða kvarta yfir því að fólk sé að koma og safnast fyrir heima hvor öðru svona sko og með þess að þá kom ein sveitakona með svona mótleik sem hefast svolítið góður þá var hún að kvarti við því að borgarbúarnir kæm alltaf í sveitanum til hennar sumrin að trufla hana okkur getur fólki ekki verið heima þess að sjónvarpsspöðun kannski var júli já þau hefðu vantað svona gott kommentakerfi á internetinu þetta fólk á þessum þá hefðu getur notið sín heldur betur fólk hafði þarna gatt hringt í velvakanda eða sendt þeim post kannski, ég veit það ekki hvað það svo fyndið þetta minnum á því að konan mín frá Austur-Þýskalandi sko, og hún man eftir kommunismann hún var svona 11 ára þegar múrin féll að þá safnustu þau sem saman í leini heima hjá einhvern sem að náði vestur-þýska sjónvarpinu til að horfa á kannski teiknimyndi eða eitthvað Captain Future eða eitthvað það var bannað
og náttúrulega á Íslandi þá náttúrulega kanasjóvarpi sem var náttúrulega alveg stór hættulegt menningar fyrir að menn töldu að þetta myndi eyðileggja Ísland og íslenskuna, en ef maður spári að þetta á endanum þá náði svona vídeóspólan kannski frekar að eyðileggja fyrir íslenskunni og svona. Já, ég veit ekki af hverju við erum svona ónýtt í dag, það örgulega margir sökutólkar. Já, ég þarna sko þegar að RÚV bara sjónvarpsstöðin, þegar að maður þurfti bara, þá Dallas, en þannig að þá voru þeir náttúrulega líka bara að passa alla menningur sko nákvæmlega sko, við þurfum að hafa eitthvað evrósið, þurfum að hafa eitthvað svona og svona, en síðan bara allt í einu þannig að fekk fólk að velja og það valdi bara eitthvað að bölvaða vitleysu. Eins og ég er nú að grínast að þegar ég var einn af þeim sem völdu þessa umarreyndu vitli. Maður þarf svolítið vitleysu í líf sitt, það er bara þannig. Já. Það er ekkert gaman ef all líf manns þarf að vera eitthvað rosalega alvarlegt. Það er líka svolítið misskilningur að halda sko gáfa og fá að fólk vilja aldrei hafa neina vitleysu í sínu lífi. Ég meina, ég hef oft fengið athugasemdir út á rugli sem ég hef verið að gera að frá alls konar sagt, fólki í þjóðfélaginu sem að segist lesa síður sem ég hef verið að skrifa eða hlusta á þætti og svona sem að kemur manni kannski óvart. En strákar, kannski getur auðlýsing að það skulle tala vondar bíómyndir á vídeóspólum. Það þáttur flæðiskilið, hér út af Sögu, Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vísleifsson, með okkur Óli Gneisti Sóleyjarsson sem bendur þess að sé mikill feministi, en við ætlum að fara yfir í auglýsingar, komum inn að rétta þetta. Og þetta var lagið Video Kill the Radio Star sem einmitt næsta þema okkar að þú ert að gera heimildamyndina Vídeóspólan Óli Gneisti og hvað var fólk að segja að Vídeóspólan myndi í rauninni drepa í samfélaginu? Já, þetta lag fjallar kannski svona dálítið mikið tónlistarmyndbandið sjálft sem er ennþá til þar. Hún drap allavega ekki útfarsstjörnuna, við erum ennþá hér og teljum okkur kannski vera stjörnir eða eitthvað hversu raunhæft sem það er, en segðu mér, hvað var talað að Vídeóspólan myndi drepa, útrýma og eyðileggja eins og alltaf þegar kemur ný tækni þá mun að eyðileggja allt og úrstöldu samfélaginu. Mér er sagt að Vídeóspólan hafi náð að drepa Alistair MacLean, ekki sko höfundinn bókstaflega, þetta er bara útgáfu og svona endursölu á bókum hans. Það er svona reyfarar. Ég veit ekki hver hann er, þannig að hann var auðvitað drepinn nokkuð. Lastu ekki Alistair MacLean í æsku? Það var til allstaðar. Hvað var hann með? Ævintýra eyjan eða eitthvað svoleiðis, týndu fyrir fræknu eitthvað. Menningar snauði maður. Við erum að tala við mann með 4 háskólagráður sem er þjóðfræði og alls konar kjaftafögg, þannig að ég játa mig sigraðan. Já, en það sem er náttúrulega að þetta tók svona kannski ódýrustu svona glæpa og njósnasögurnar af markaðin. Alistair MacLean gerði náttúrulega margar alveg nákvæmlega eins svona njósnasögur og svona gerði svona. Já, hann hefur fjöldaframleitt svona spennusögur, svona einfalda spennusögur og þá þegar... Það voru svo fjöldaframleittar að hann dó og þeir heldu áfram að gefa þér út. Já, sem að gæti reyndir orðið það sem gerist með Game of Thrones, að kallinn er mjög gamall orðinn og... Hann er ekkit það gamall. Mjög feitur og gæti hrokkið upp af hvernig sem er. Hann er hress og kátur. Ég treysti alveg á hann GRRM. Ég vona það. En, já, það er kannski ekki eins og þarna David Attenborough talar visual chewing gum sem sagt svona sjónvarpsefni sem er í rauninni bara eins og tyggjó að það er kannski satt að þegar að það er komið svona tyggjugúmísefni í sjónvarp þá nennir ekki að lesa tyggjugúmísbækur þá fer fólkið sem les bækur að vera bara fólkið sem að vill lesa eitthvað alvöru dæmi eitthvað með smá hugsun í. Já, allavega fyrir þarna alveg svona kannski lægsti strætjun út segjum samt þarna að rauða serían lifði af en kannski að þarna sápópruna séu meiri ógnun við hana. Já, í rauninni og rauða serían er kannski líka þú vilt þá ekki kannski vera að horfa á erotík og geta aðrir séð ekki vera að horfa á erotík en þú ert að lesa svona rauða seríu reyfara þá lítur ekki eins ill út og getur gert það í lest og svona. Já, ekki slandi ég veit ekki en þarna já, en það er nú samt eitt og sér að vera með svona rauðu seríuna svona í höndunum er kannski ekki svona þú ert ekki að auglýsa þessi menningar vita þannig. Nei. Ég er bara að tala fordóm og fólk skakvart þannig að rauðu seríuna, ekki mína eigin ég las öruglega eitthvað af þessu þegar krakki ég las allt. Ég hef aldrei lesið það veri sjálfsagt mjög fróðlegt. Já, þú ert bara að lesa eina. Já. Það eru allar eins.
Já, það kannski eins með klámmyndir, þú getur hort á eina og þá ertu búin að horfa á þar allar en fólk horfir samt á fleiri klámmyndir. Það kannski eins með rauðseríuna. Þá dettur mann í hug svo ég leiði þetta aftur á efninu mínu vídeósbólan sem ég að safna fyrir á Karolínum fand, var ég búin að nefna það? Já. Ég ætla það rétt að vona og sér að fara að tala klámsbólur úr því að... Já, það svona efnið á bakvið. Já. Það alltaf vídeóið færði klámið svona vel og innilega til Íslands. Já. Og það sem gerðist náttúrulega í þessum myndbandkerfum fjölbýlishúsa var að eftir miðnætti þá eru settar af stað svona myndirnar fyrir fullorðna. Já. Eða eftir klukkan 10 þannig að fólk þannig í gamla dag það vakti aldrei meir en til 10 í mesta lagi. Svo tók sín við því hlutverki seinna mér. Já. Já, svo nú einhvern tímann dönsku stjörnumerkjamynda sýndar á Stöð 2 var það ekki? Já, en það mjög umdeilt. Já, það var alltaf bara dómur sem féll á hann Jón Óttar Ragnarsson út af því að það væri klám og það mætti ekki. Það var klám. Já. Það var klám með söguþræði sem reyndar mjög skrítið en þetta voru klámmyndir. Já, minna þetta svona í árdagana sko. Já. Þá einhvern veginn þóttu þetta ekkit og það er kannski smitast einmitt þarna út sko vídeóspólumenningin inn í sjónvarpið sko. Þetta af því að það er svona skrítið svona þetta það var þarna auðvitað annað að þurfa að fara út á þarna leigu til þess að taka sér spólu frekar heldur en þetta komi í sjónvarpið hjá manni en þannig að þetta er kannski ekki alveg að sama en þannig fengu þið að kíkja í þarna möppunar með efnin á bakvið? Nei, ég var alltaf sko með, við vorum 14-15 ára gelgjustrákarnir sko alltaf að reyna að ná okkur í klám á snæðisvídeó. Það var ekkert alveg klám og við heldum þetta að vera klám, þetta voru eitthvað svona skýta erotískar, illa leiknar, ömlegar myndir og við vorum alltaf að reyna Emanuel 5 og eitthvað svona og Lady Chatterley eitthvað bla og við vorum alltaf óslega glaðir þegar við vorum búin að ná að leia þetta og ná að plata gauðum til að leia okkur, það vorum að ljúga stóri bróður minn var eitthvað, þú veist, leit og hann var brjálaður þegar hann heyrði að ég hefði sagt það og eitthvað svona og svo bara við náðum að plata hann til að fá að horfa á þessu mynd, svo horfðum við á hundileiðilega mynd sem var 1,5 tími sást kannski aðeins í brjóstakri konu maður vissi samt af því að vítilegum voru svona leyniherbyggja bakvið í sömum, já þegar ég var lítill þá skildi ég ekkert hvað þetta var það var bara svona leyniherbyggja einhverju fengi að verða þar en ekki ég sko. Já, ég var einu svona reyndar eftir ég var fullorinn maður þá var ég rekin út úr einu svona leyniherbyggi af því að ég labbaði inn í leyniherbyggið eitthvað, get ég aðstoð þig og ég bara sagði já og labbaði inn í leyniherbyggið sem var á Grensásvídeó sáluðu og þá hitti ég gamlan svona vin minn og við fórum að tala svo hátt saman að við vorum reknir út úr leyniherbygginu. Já, maður verður að sýna kláminu virðingu það mátt ekki vera svona vanvirða klámið með því að líka svolítið erfitt að þykjast leyniherbyggi ef það heyrist að það er einhverjir bakherbyggi að gera grína öllum klámyndunum sem við sjáðar og eitthvað svona. Já. En vini minn sagði þú segir kannski ekkert frá því að við höfum hist hver var það segir þú? Hver var þessi vinnu? Valdi og ég samdi mitt lag sem hétt Grensásvegurinn sem var síðan og leif öllum að heyra sem var mitt að hitta Valda þannig að ég sagði ekkert kannski öllum frá þessu en ég bara söngum það en núna ertu búin að ganga alla leið það getur alltaf falið á baki listina sko. Það er málið. Já, ég líka, ég svona einhverju gaur, bókstæðlegur, ég svíka ekki það sem ég lofa en ég kannski ger eitthvað annað sem er ekkert betra. Nei, ég veit, og kannski verra. Já. Og ég vil eitthvað þannig. En það var ekki bara klámið sem var þarna svona umdeilt, það voru gefnir út listar yfir bannaðar kvikmyndir sem maður mátti bara ekki, sem voru gerðar upptækar ef það er fundust á vídeolögum. Já, já. Og það var svona... Pink Flamingo, svæntalega. Það sem að ég man alltaf eftir er þarna Friday the 13th, hún þannig að lenti á bannlista og ég sá hana þess vegna með hollenskum texta sem að frændi minn hafi smiklað með sér til landsins þannig að ég svona er einhvern veginn svona Friday the 13th er svona eitthvað rídag svona hjá mér svona á hollensku. En var hún þá ekki samt jafnsvekkjandi eins og þegar ég sjá Emanuel 5 eða eitthvað? Svona, já, þetta er bannað, yes, ég náðu að sjá þetta og svo er þetta svona já, þetta er svona þegar það er búið að byggja upp svona, þá er þetta bara en síðan myndir eins og Evil Dead var á þessum lista það er alltaf bara svona Svo að mynd sem að er mjög gömul sem ég man eftir að var bönnuð, það er Faces of Death
Já, það nú skilinlegt, það mynd það sem að fólk deyr í alvöruna búið að ná að vídeókassja sem einhver björn ræðist á manni eða eitthvað, eða einhver dettur á byggingu og deyr í alvöru og það er svona eins nálægt í að vera svona hvað kallar maður svona snöffmynd. Það er snöff, fólki deyr sem þú horfir á og það er snöffmynd væri þá samkvæmt skilgreininguna alveg mynd þar sem fólk væri viljandi drepið fyrir framan myndavélina. Já, ok, ég ætla ekki að rífast við þig með allar háskólagráðurnar hvað snöff ekki gera það. Nei, þú veist örugglega betur. Háskólagráður trompa einhverfu. Já, algjörlega. En ég er bara með 2 háskólagráður, þú ert með 4. Já, en þannig að ég man eftir að einu sinni þá þannig að ein mynd á listanum sé Cannibal Holocaust, hafið heyrt hana? Nei. Já, er það ekki mynd þar sem að tæknibrellunar, þar sem að fólk var látið vera drepið í myndinni, voru það raunverulegar að maðurinn var sem sagt settur fyrir dómstóla og átt að dæma hann fyrir morð og hann þurfti að sanna, hann þurfti að koma með leikarn og bara sína, já, sjáðu, hún er á lífi hérna, hún getur talað við ykkur og eitthvað. Já. Og þarna, en það sem hann gerði í álurinn var að drepa ykkur á svona risa skjaldbökur. Það var svona eitthvað, mér minnir alveg, ég hef ekki séð þessa mynd svona, ég er hrifinn af skjaldbökum, ég vill ekki láta að drepa þær. Já, það er frekar ömurlegt að drepa skjaldbökur. En það sem ég man eftir var að vinkona mín hafði þessa spóli inn í skáp hjá sér af því að vinur hennar hélt að lögreglan væri að koma eftir sér til þess að ná í myndina af því að þau vissu að hann væri með myndina. Þannig að hún fékk hana til þess að fela myndina fyrir lögreglunni. Ég ætla að vona að lögreglan hefði haft eitthvað betra að gera heldur en þetta. Lögreglan á Akureyri þannig að 10. áratug síðan ég bara veit það ekki. Nei. Þetta er svona, en hvað fannst þér svona skemmtilegast í minningunni þessa vídeospólu menningu? Það er náttúrulega bara, það sem að ég gæti gert var að byggja bara upp mitt safn af efni. Áttu mikið safn? Af vídeospólum. Ég á nokkrar vídeospólur en þá ég er nú búin að henda Lögreglan á Akureyri er búin að taka nokkrar. Já. Ég er svolítið hörð á þessu. En þarna ég á ennþá svona nokkrar svo voru svona uppáldið mér sem ég á bara svona alveg bara tilfinningagildi, svona ég gat bara ekki hend þeim. En þannig að ég á ekki vídeotæki sem virkar lengur. Já, en það náttúrulega eiginlega alltaf, ég á ekki vídeotæki sko, mamma og pappi eiga, en eiginlega alltaf þegar ný tækni kemur þá er svona rosalega, þess vegna hefur fiskað svolítið eftir því að það er alltaf svona mótbárur, bara nú taka allir allt upp þannig að allir missa vinnuna eða eitthvað svona, núna geta listamenn ekki grætt af því að það taka allir þetta bara upp og selja vídeóspólur, þannig að við getum ekki grætt á tónleikum. Geistadiskurinn kemur, það taka allir upp geistadiskan okkar, þú veist, hvert einsta sinn sem eitthvað svona kemur og samt einhvern veginn heldur samfélagið áfram. Fyrstu vídeóleigurnar voru náttúrulega með mikla sjóræningjarstarfsemi, það voru ekki leyfi fyrir og þetta þeir voru kannski að með kvikmyndir svo voru ekki komnar í bíó ennþá Íslandi og Íslandi var það ennþá þannig að þú ættir að bíða 1,5 ára eða 2 ára eftir að mynd kæmi í bíó og allt í einu þá bara byrjuðu þessar myndir að dúkka upp á vídeólegum áður en að þeir eru komnar. Já, voru menn bara með myndaðalega faldar í. Nei, ekki svoleiðis, það var bara svona, þetta voru svona formlegar útgáfur í útlöndum af því að það að gefa þér út í útlöndum áður en að þeir komu. Það hefur ekki verið íslenskur texti á þeim og svoleiðis og kannski einn ástæðan fyrir af hverju myndina komu svona seint í bíó er kannski einmitt af því að þú þurft að texta þær og... Nei, ég held að það hefur meira bara verið svona tæknimáli af því að þú varst bara með svona bókstaflega filmunar sem að ferðust heiminn. Það var ekki þannig að þú erir svona þú þannig varst ekki að búa til skriljón filmur til að senda út allt, þú varst bara með filmur sem var búið að sína þú veist viðsvegar Bandaríkjunum og síðan sendum það, eða Evrópu allt í lagi, núna komið Íslandi núna þær fóru bara á svona túrum heiminn. Merkilegt. Þannig finnst við einhvern veginn svo langt komin frá þessu stigi. En maður sér líka þetta nákvæmlega og síðan byrjuði þannig myndin að koma fyrr til Íslands út af þessu. Já, í bíó. Það íttu eftir þeim. Nákvæmlega þessi gerðist þegar myndir byrjaði að leka á netið þá svona styttist biðtíminn þegar fyrsta Star Wars prequel myndin, svona nýju Star Wars ömurlegu Star Wars myndinar. Já, gott, ömurlegu Star Wars myndinar þegar hún kom, þá var það hálfu ári eftir að hún kom í bíó í Bandaríkin. Já. En bara 3 árum seinna þegar mynd nummer 2 kemur út þá er hún frumsýnd á Íslandi áður en hún frumsýnd í Bandaríkjunum. Það er af því að þeir gátu ekki treyst lengur á að vera með að ef þetta kæmi ekki nú snemma í bíó þá væri við bara búin að missa einkaréttin af því að þetta væri búið að leika allt á netið. Svo er þetta búið að ná tökum á þessu þannig að þegar mynd góð í bíó þá komið 6 mánuðum eftir að spólu.
Það var alltaf svona, það var regla, ég man ekki alveg ég man ekki hvernig hann kom til. Mér fannst þeir svo að það væri svona þú veist, eitthvað 11 mánaði regla eða eitthvað svoleiðis, eða kannski var það 11 mánuðum eftir að fór á vídeospólu þá gæti maður búist við að það kemi í sjónvarpi. Það var alveg svona fasta reglur. Og það kannski hefur bara mótað svona sjálfsögðu, það var kannski ekki svona sérstökur regla sem skráð. Ég held nefnilega að þetta hafi verið mjög formfastar þarna reglur. Nú vann ég þarna tímabil á Stöð 2 og mér finnst eins og allar svona það sem ég heyrði, ég var svo sem ekki í samninga við þarna erlenda dreifingaðila, en það sem ég heyrðist þá, þetta var allt voðalega stíft, þetta var allt saman ákveð nákvæmlega hvernig dreifingin væri, og ég held að það hafi verið nákvæmlega eins með þarna vídeospólunar svona fyrst bíó, síðan vídeospóla og síðan sjónvarp, og þetta þurfti alltaf að vera, þú þurftir að gefa þeim sem voru að leigja vídeospólunar tíma til þess að græða og náttúrulega þeim sem voru með þetta í bíónum, það þurfti tíma að græða þar, og síðan loksins þarna síðast í sjónvarpi. Slæmt að vídeospólan sé að hverfa? Eða sé horfin eiginlega? Það er leiðilegt að missa svona ritualin í kringum hana, aðtöfnin að fara á leiguna og þetta, sem gerði þetta svona svolítið meira svona viðburð heldur en það að svona, eigum að sjá hvort það sé til eitthvað á voddinu. Já, en ég myndi segja að ég fegin að allt þetta draslir að fara, að þú þurfur ekki að safna heilu tonni af einhverjum kassettum fyrir efni, að þú getur verið bara með á harðadisknum mínum á tölvunni, alveg sama efni af bíómyndum og dreifti með auðveldlega og svoleiðis. Ég fagna allri, ég er tölvunarfræðingur, það er eina af mínum háskólagráðum, ég fagna allri svona tækni, og alltaf eins og ég segi, þegar kemur nýtt þá er alltaf verið að væla þetta minn eyðileggja allt, að enginn geti lifað af list lengur og svona. En þetta eyðilega allt, það er alveg rétt. Finnst þér vídeospólun að eyðilegt allt? Já, vídeospólun að eyðilegt allt. Endilega segja okkur hvernig. Af því að, nei, núna er ég að leika málsvara djöfulsins, en það var að vissu leyti eitthvað heillandi við samfélag þar sem allir voru að horfa á Dallas á sama tíma. Það var eitthvað sko við það að geta bara svona daginn eftir, þá voru allir að bíða eftir að vita hver skaut jóðer. En það gerist ennþá, bara ef það er nú áhugaverðu þáttur, ef það er ófærð til dæmis, þá voru allir að tala um ófærð á Íslandi sem er bara fyrir nokkru mánuðum. En það þarf bara að vera nú áhugaverðu þáttur. Já, eða svona Game of Thrones. Já, Game of Thrones. Breaking Bad, jafnvel. Breaking Bad náði aldrei held ég alveg nákvæmlega þess. Nei, reyndar ekki. Game of Thrones, en þetta gerist ef að þættirnir eru nógu vinsælir, sérstaklega ef íslenski þættir. Þannig að ef við tökum þetta þá í raun, þá bætti þetta af því að þetta gerist ekki sjálfkrafa, heldur þurfti gæði til. Já. Þannig að sem er kannski framförin. Já. Svo ég skipti algjörlega skoðun af það sem ég var að rökstiða rétt áðan. Já, það má. Það er svo er náttúrulega líka búið að taka Guiding Light af dagskrá. Þá hugsaði sko, núna er ríkisstjórnin endanlega að gefa skíti í öryrkja og aldraða þegar tekur Guiding Light af dagskrá á RÚV, því að allir aldraðir og öryrkjar á Íslandi horfðu á Guiding Light alltaf. Ég held að sko versta sem ég gerði með Guiding Light var örugglega að þeir stukku áfram 10 ári eða eitthvað einhverjum punktið, þegar hann er svona bara við erum konið svo langt að þetta er best að stökku aftur áfram 10 ár, og það var bara svona allt í 10 árum setna. Ég vissi það ekki. Það er rosalegt. Og þegar ég vann á Stöð 2 þá náttúrulega annað, það var Bold and the Beautiful. Er Bold and the Beautiful ekki ennþá í sýningu á Stöð 2? Jú. En það var allavega þannig að það skipta þá næstu hvað sem að mátti fara úrskeiðis í útsendingu, en að það fór vitlaust þáttur af Bold and the Beautiful í útsendingu, þá hringdu allir aðdáendurnir. En sko að stökkva 10 ár áfram í sábóperu er eins og að stökkva fram 10.000 ár í mannkynssögunni eða eitthvað. Það er ekkert samhengi lengur. Það er kannski sömu leikarar, en þeir eru búin að vera giftir 10 mismunandi manneskjum og eiga 10 óskilgetin börn sem vissi ekki af sem búin að dúkka upp síðan 10 árum áður. Þannig að það er ekkert samhengi. Varla sömu leikarar. Nei, kannski sömu sögupersonur. Já, sem er búin að skipta leikara. En leikarinn er allir bara helvítis ógeðslega sábóperi, ég er farin til Hollywood að meika það, skilur, bless. Það eina sem ég man
eftir ég horfði á Neighbours sem krakki og eina svona að lokum var það eina sem ég var spennandi við það ef ég sá Neighbours og skjánum var að sjá hvort það veri einhver eftir af upprunalegu leikurunum. Það er samt best sko að fólk fær náttúrulega ógeð að leika sér skýta hlutverk í sápóperunum og með ömurlegum mótleikurum endalaust og ömurlegum ódýrum settum og svona og svo fer það og segja ég ætla að meika því Hollywood, ég er búin að fá stóran samning í bíómynd, bless, farið þetta í raskat og svo er það látið deyra epast í sápóperunni náttúrulega svo kemur aftur sko einegja tvíburinn þinn karaktersins sem að lifið af og enginn vissi af að þá er leikarinn ekki búin að meika því Hollywood og komin grenjandi tilbaka að vilja fá hlutverki sitt aftur þá bara svona ok, Luciak átti bróður einegja tvíburi sem enginn vissi þetta er hann. Já, en þátturinn Flæðiskerið, hann er vist á endarunni í dag, strákar. Já, sagði ég vídeospólum.is Karolína Fönd. Já, þú sagði það. Ok, takk fyrir. En já, Jóhann Kristjánsson, Rökkvi Vistinsson og Óli Gneisti Sóleyjarsson ætla að kveðja ykkur í dag. Þetta búið skemmtileg spjall menningunni kringu vídeospóluna og sápuóperur og allan bakkar. Lámenningu bara yfir höfuð. Það má kannski minnast á það að við erum búið að færa Flæðiskerið yfir á miðvikudag 3:00. Já, eins og þið tókuð eftir. Mjögulega. En við ætlum að þakka fyrir okkur í dag Jóhann Kristján Rökkvi Vistinsson og Óli Gneisti Sóleyjarsson. Verið sæl.